frábært að fá það eftir að heimsókn. Já, takk fyrir að bjóða mér. Mjög gaman að koma. Við erum eiginlega bara byrjuð. Já. Og það þessi sko pæling með líkamann og hugsanirnar. Já. Því ég svo stundum verið upptekin að því að ef ég breyti líkamsstarfsemi minni þá breyti ég hugsununum. En þú ert að tala að þú sjáir þetta svolítið öfugt. Já. Hvað en fyrir manneski sem í mjög miklu líkamlega ójafnvægi, þá eru hugsanirnar kannski líki ójafnvægi, að því til dæmis bara meltingarstarfsemin í ójafnvægi, það hefur áhrif á heilastarfsemina og svo framvegis. Já. Hvernig geturðu með handafli eða, þú veist, bara, hvernig geturðu byrjað að snúa hugsununum á jákvæðan hátt án þess að taka líkamann fyrst? Einmitt, og það er rosalega mikilvæg spurninga því að þegar að, ég sé þetta einmitt öfugt, þegar að líkaminn er veikur, verkjaður, það eru bólgur og verkir og ójafnvægi og meltingin í ójafnvægi og jafnvel ónýtt, að þá er það fyrst og fremst okkar samband við líkamann sem er óheilbrigt og er að valda ójafnvægi líkamann og hvernig við erum að hugsa og hverju við trúum líkamann. Þannig að ef við viljum breyta þessari vanheilsu og ójafnvægi líkamann þá þurfum við fyrst og fremst að laga þetta samband sem við eigum við líkamann annars vegar og hins vegar byrja að breyta því hvernig við erum að hugsa og hverju við trúum okkar eigin líkama. Og það er það sem að ég hef gert alltaf þegar fólk leita til mín og fólk er kannski að glíma við kvíða, það er að glíma við þunglindi og mjög oft fylgir með einhver líkamleg neikvæð einkenni eins og til dæmis verkir, vöðvabólga, meltingatruflanir, magaverkir og þegar að við förum í gegnum þessa meðferð sem er blanda á dálauslu og líka að kenna fólki hvernig við breytum hugafarinn okkar, hvernig stígu það skrefa, elska líkamann, elska okkur sjálf skilyrðislaust, að þá byrjar hitt að lagast að sjálfu sér. Og er það þín upplifun? Það er mín upplifun bæði á sjálfur mér og líka á þeim, það er mörg hundru mann sem hafa farið í gegnum námskeiðin, í gegnum prógrammin mín, að það hefur lagast leið, því að ef við skoðum bara í grunninn, hvað er það sem stýrir okkur? Hvað er það sem að stýrir líðan okkar, orkun okkar, hegðun okkar og líf okkar og því sem að við erum að upplifa og sjá og skapa, að það er fyrst og fremst hugsanir okkar. Hvað erum að hugsa, hverju trúum við, af því að það er það sem að stýrir okkur í grunninn. Og ef við skoðum bara hvað er hugsun? Hvað er hugsun? Hugsun er orka. Vísindin hafa sýnt fram á það að allt er orka og hver einasta hugsun er orka og það er áætlað að við sem að hugsa 60 til 80.000 hugsanir á hverjum einasta degi. Við erum að framleiða, við erum orkuverur og við erum að framleiða massíft magn af orku innan með okkur. Ég meina, við höfum alveg skynjað það, þú veist, að fá hnút í magan eða þyngslið bringu eða verið í kringum manneski sem er ótrúlega neikvæð og maður er bara einhvern veginn dreinaður á eftir, bara ég er búin á því, þú veist. Að það tala að einhver sé svona orkusuga, að þetta er miklu bókstaflega heldur en fólk oft gerir sig grein fyrir. Við erum að skynja neikvæð orku, við erum að skynja jákvæð orku, maður labba til dæmis inn í herbyggi og það er bara svo þrúað andrúmsloft að manni líður eins og maður geti klift orkuna inni með skærum, skilur, þá erum við að skynja sterkar neikvæða orku, skilur, sem getur komið frá rifrildum eða átökum eða en hvað með þessa pælingu að hugsunin sé sko bæði orsök og afleiðing, þar að segja það er algjörlega þannig að hugsanir klárlega stýra rosalega miklu í líf okkar en síðan það hvernig við lifum líf okkar stýrir líka hugsunum. Þú veist, til dæmis bara eins og ef ég sef alltaf allt og lítið þegar ég fer illa með mig þá er ég líka væntanlega að auka líkurnar á því ég hugsa neikvætt sko. Já, þarna er spurningin sko hvort kom undan hænan eða ekki og það sem að veldur, ef við tökum til dæmis bara líkamann svona króniskum neikvæðum veikindum og neikvæðum einkennum í líkamann eins og ég var að lýsa áðan, að það er eitthvað, fyrsta rótin er svo, það er eitthvað óheilbrigt í sambandinu sem við eigum við líkama, við eigum samband við líkama, við erum ekki líkama, við erum sál og andi, við erum með líkama og ef við erum, það er líkamshatur, líkamshöfnun, líkamsvantraust, líkamsniðurrif, líkamsásökun, líkamsfordæming, við erum að dæma líkamann okkar, við trúum því að hann sé ekki nóg, við erum að hugsa neikvæðar hugsanir hann sé ljótur, hann sé feitur, hann sé svona hinsegin, að þá erum við að skapa mikla vanlíðan í líkamann. Hann verður stressaður, hann verður hræddur, hann verður óttasleginn, hann líður illa
illa og hann undir mjög miklu álagi bara út af þessu samband okkar við líkamann sem óheilbrigt og það getur verið líkamans vanræksla og þegar maður hatar líkamann sinn ótrúlega óánægður með hann eða á svona óheilbrigt samband við hann að þá koma mikla neikvæðar hugsanir frá því, það kemur sterk tilhneiging til þess að fara illa með líkamann, til dæmis tróði hann eiturlyfjum eða drekka mikið eða borða ruslfæði eða hreyfa sig ekki nóg eða hreyfa sig of mikið, það fyrst og fremst þaðan sem þetta svakalega ójafnvægi skapast og þegar ég glímdi til dæmis við átröskun í 18 ár sem sjúkdómur sem fyrst og fremst mjög alvarlegt líkamshatur og líkamsfyrirlitning og í öðru lagi hugsýki, sjúkdómur sem í hugan, það þráhyggja líkamann, líkamslögunina, þráhyggja, sjúkleg þráhyggja mat og matur getur verið hættulegur og hræðsla við mat og hræðsla við líkamann og líkamslögunina og líkamsþyngdina og eftir að ég fer að fá bata frá þessari átröskun þá sé ég svo sterkt að þetta ójafnvægi sem var að myndast í líkamannum var út frá því að ég átti svo óheilbrigt samband við hann og þegar ég fór að laga þetta samband, elskan skilyrðislaust, treyst honum, samþykkja hann, viðurkenna hann nákvæmlega eins og hann ekki eins og ég vil hann sé, að þá fór þessi sjúklega tilhneiging og þessi óheilbriða einhvern veginn bara þörf til þess að borða alltaf mikið, til þess að borða yfir með sykri og sætindum eitthvað sem við vitum vont fyrir líkamann, að það hvarf. Það bara lagaðist. Og í dag, þú veist, og sama með þegar ég var að drekka og nota eiturlyf, ég var bara að misbjóða líkamannum mínum trekk og ég var eiginlega bara að beita hann svolítið miklu ofbeldi og misþyrma honum og það var út af því að ég átti svo óheilbrigt samband við hann og svo þegar það fór að lagast, þú veist, eins og í dag þá elska ég líkaminn skilyrðislaust og ég er búin að samþykkja hann og meðtaka hann eins og hann í trúið í hann sé nóg. Ég myndi aldrei gera hluti sem að myndi misbjóða eða beita líkamann minn einhvers konar ofbeldi, skilur, af því að ég elska hann og mér þykir vænt hann og ég að passa upp á hann. Hvað myndir þú segja, við erum komin á tíma núna í alls konar fræðum, en þannig að oft það þannig að svona óhefbundnu fræðin aðeins á undan út af því að þú veist, það einhvern veginn svona vísindin stundur svolítið stíf, en við erum að koma samt á tímabil þar sem að við erum það að verða smá svona paradigm shift í þessum pælingum með líkamann. Að bara eins og til dæmis með áföll og annað að þú veist, þetta að vera í stanslausri samtalsmeðferð og eitthvað, það bara rosa mikið í gangi í framheilanum, en líkaminn manið allt. Og það eru hlutir í líkamannum. Hver þín reynslaði bæði með sjálfaði í þinni vegferð og líka fólk sem ert að vinna með að talandi hugsanir og tilfinningar, mér langar svolítið að ræða það við hugsanir og líkamann, að eitthvað sem að þú ert kannski búin að búa til svaka hugsíki kringum og sögu. Akkurat. Að ef þú allt í einu ferði að skoða hvað gerast í líkamannum og þá byrjar þú kannski að finna að það eitthvað inn í magasvæðinu og svo ferður það hægra megin í maganum og það bara allt í einu svaka stingur hérna. Hvað þessi stingur að reyna að segja mér? Og þá maður byrjaðar að fara svolítið inn í þetta líkamsminni og erum við ekki að koma í tímabil þar sem að við förum að kveikja á því að líkaminn í gegnum allan tíma sem við erum búin að vera á jörðinni, hann man alls konar hluti, þetta í vefjónum og ef við ætlum að laga okkur, þá verðum við að fara að hlusta á hvað líkaminn að segja okkur. Já, og það eitt af því sem að fylgir því að bera virðingu fyrir líkamannum og hugsa vel hann og elska hann og eiga heilbrigt samband við hann, við hlustum á líkamann, skilur, og við erum ekki að misbjóða honum og það sem þú talar líkamsminni eitthvað sem ég kalla í rauninu bara undirmeðvitundina. Þú veist, og þannig erum við að horfa á hugan okkar og hugafarið, þaðan sem hugsanir okkar koma, þaðan sem að mesta af okkar orku að framlegast alla daga. Að undirmeðvitundin, hún eins og öflugasta, sterkasta tölva sem til og allar minningar eru geymdar í undirmeðvitundinni og þegar að fólk kemur til dæmis fyrir dálæslu að þá erum við í rauninni bara að fara í það djúpa slökun og við náum að opna undirmeðvitundina og þá fáum við alls konar visku þaðan. Hún veit líka allt líkamann og veit allt alla orku sem í líkamann og allar hugsanir, hún veit ef við höfum orðið fyrir áföllum eða við erum að glíma við meltingatruflanir eða við erum að glíma við einhverja króníska höfuðverki, þá veit hún af hverju það hvað að valda því og hvað þarf að gerast til að fá frelsi frá því. Og það kemur oft upp einhver minning, jafnvel frá því að viðkomandi var bara í móðukviði, að þetta allt geymt í undirmeðvitundinni. Og það það sem ég hef sagt og ég hef til dæmis búið til prógram sem heitir frelsi frá áföllum sem að felst í því að
að kenna fólki hvað eru áföll eru neikvæð orka og hvernig þau geta festst í líkamanum og búið til alls konar neikvæð einkenni og hvað við getum gert til þess að fá frelsi frá því og síðan er ég með dálistur í þessu og það hefur verið að fólk að fá stórkostlegan árangur frá þessu. Í rauninni bara uppgjör á fortíðin og uppgjör á áföllum fortíðar og það svo skaðlegt að trúa því að þú hefur orðið fyrir ykkur ofbeldi eða lent í áfalli að það muni bara marka þig alla tíð og þú þurfir að burðast með það innra með það sem eftir, það ekki þannig. Það hægt að gera þetta upp og fá frelsi frá þessu og það, þegar við verðum fyrir áfallum, það myndast innan með okkur neikvæð orka. Ótti, kvíði, skelfing, hræðsla, depur, sorg, vonleysi, þreyta, allt þetta orka og ef við gerum ekki þessi áföll upp á heilbæra máta. Við sópum þessu bara undan teppi, höldum áfram á hnefanum að það festist einhvers staðar í líkamanum. Það einmitt það sem ég ætla að spyrja það næst, sko. Það þetta með að segjum sem svo þú sért með einhvers konar tráma eða bara eitthvað sem í líkamsminninu og svo ertu kannski mörg ár búin að vera að stöffa yfir það. Já. Þú borðar yfir það, drekkur yfir það, notar einhver lyf, alls konar dót. Þá ertu kannski jafnvel búin að sko margfalda upphaflegu neikvæðu orkuna eða það sem upphaflega var að því úrst alltaf að stöffa hana niður og líkaminn fær aldrei að tala við þig og segja, heyrðu, ég þarf að fá hlustun og ég þarf að fá þig til þess að skoða hvað að gerast í þessu svæði sem ég að láta þig vita að það verkur og ég veit að fyrir marga hljómar þetta kannski eins og eitthvað svona vúvi en þetta módel sem við erum búin að búa það bara þú tekur pillu að því þú ert með verk það er svona Já, en verkurinn ekki að því það var pilluskortur í líkamann. Nei, akkurat. Verkurinn að reyna að segja þér eitthvað. Já, akkurat og það þetta að við búum í samfélagi þar sem að við erum að leggja svo mikla áherslu á allt þetta efnisla. Við erum bara svolítið föst inn í þessum efnisum en það heill orkuheimur og bakvið þetta efnisla. Allt orka, skilur, og allt sem gerist að því að það var fyrst einhver orka sem að var að skapa, sem var að móta og við leggjum ofur áherslu á líkamann og færi rektin og fá kúlurass og sixpack og allt skilur en við erum oft bara aftengt, við erum aftengt við okkur sjálf, við erum aftengt við líkamann og svo bara bullandi yrðarleysi og bara einhver trillingur inn í okkur og kvíði og vanlíðan og streita og við förum og erum að leita okkur hjálpar og við tökum einhverja pillur eða, við erum ekki að leita inn á við skilur til að heila það sem að gerast innra með okkur, fattari. Og fyrir alla þá sem eru að núti og að glíma við kvíða eða þunglindi eða átröskun eða fíknisjúkdóm eða krónískt streituástand eða verki eða vöðvabólgu, þú veist, það enginn að fara að gera þetta fyrir þig. Eina manneskjan sem að getur hjálpað ert þú og fengi frelsi frá þessu, en það verðum við að gera með því að tengjast inn á við, tengjast undir meðutundinni og byrja að tengja okkur við orkun okkar, hvað að gerast í orkunum minni, hvað að gerast í hugsunum mínum, ég að krónískt að hugsa neikvæðar hugsanir, óheilbrigðar hugsanir áföll, fortíðar eða spillingu eða verðbólgu eða hvað mér illt eða hvað ég verkjuð eða verkjaður eða hvað allt hræðilegt og allir á móti mér og þannig framlega innan með mér reiði og sorg og depur og uppgjör og vonleysi og ótta eða ég að hugsa heilbrigðar fallegar hugsanir hvað ég hlakka mikið til, hvað þetta fallegu dagur, hvað ég elska fólki mitt mikið, hvað mér líður vel þegar ég fer í vinnuna, skilur og þannig framlega innan með mig gleði og veljan og velgengni. Þannig að þetta snýst ekki bara uppsafnaða neikvæða orku og uppgerð áföll fortíðar, heldur líka hvaða orku erum að framleiða innan með okkur í okkar líkama dagstaglega með því hvernig við erum að hugsa, skilur, með því hvað við erum að fókusa á. En hvað með, þú lítur að sjá svolítið í störfunum þínum, að því maður sér það alveg við búum í samfélagi núna einmitt, það sem bara svakalega hraði og og þá svo eðlilegt einmitt, þú veist, það er svo eðlilegt þú plástir bara, ég þarf bara að halda áfram, skilur, ég með börn og ég með vinnu og ég með þetta og þetta og þetta, ég hef engan tíma til þess að svo það yfirleitt þegar að bara þrýstingurinn orðin of mikill að eitthvað bara byrjar að gefa sig sem að fólk fær kannski nógu mikla auðmýktar sprengju til þess að segja, heyrðu, ég hef ekki lengur val, nú verði ég að fara að líta inn á við. Já. Þá það oft kannski ekki þægileg vegferð fyrst, sko, af því þá þarftu kannski að fara að hlusta á það sem þú varst ekki búin að vera að hlusta á í öll þessi ár og þá væntanlega kemur eitthvað svona healing tímabil sem getur verið krefjandi fyrir marga. Mjög, og það mjög erfitt fyrir marga að horfast í augu við það að þeir þurfa að bera ábyrgð á sinni eigin heilsu.
það þannig og mjög margir upplifir það þannig? Já. Út af því þó að við búum í samfélagi þar sem svolítið búið að segja að við séum fórnarlömb og það var þannig hjá mér þegar ég glímdi við króníska verki, síþreytu, átröskun, kvíða, mjög mikið kvíða og ofboðslega brotna sjálfsmynd og króníska verkjavandamáli var að versna og ég var stöðugt að leita með hjálpar að ég trúði því bara að ég væri sjúkdómsfórnarlamb. Þetta væri bara ég bara fæddist og það væri bara mitt hlutskipti að vera bara veik og vera alkoholisti og vera í þessum veikindum og þegar maður trúir því að þá hefur maður ekkert power, skilur, þá er maður algjörlega bara þú veist þessu laufblað sem fíkur bara til og frá í vindinum eftir því hvað genin eða fjölskyldan eða umhverfið eða hvernig aðrir koma fram, skilur. En þannig það ekki og þegar ég hætti að trúa því að ég var sjúkdómsfórnarlamb og ég fór að trúa því að ég hefði eitthvað með það að segja hvernig mín heilsa hvernig mín líðan að þá breyttist allt. Og ég byrjaði, að það sem ég gerði fyrst var að ég fór að stunda hugleiðslu á hverjum degi, 5 mínútur á dag, ég settist niður í sófan á sama tíma og ég var að drepast í bakinu, ég var með króníska verki í baki, hálsi, herðum, kjálkum, að þá satt ég í hugleiðslunni og ég sagði að ég er með heilbrigt bak, ég er með sterkt bak, mér líði vel í bakinu, ég er með heilbrigt bak, ég er með sterkt, ég sagði þetta bara aftur og aftur og aftur. Það liði 8-9 mánuðir og ég var orðin svona 80% frjáls frá króníska verkjavandamáli. Á sama tíma. Fannst þetta fljótt? Já. Þegar þú byrjaðir að hugleiða? Já. Ég fann breytingu fljótt þegar ég byrjaði að hugleiða, þegar ég byrjaði að stýra hugsunum mínum og ég byrjaði að hugsa þveröfugt við það sem var og ég byrjaði að hugsa hvað það sem ég vil fá fram og ég byrjaði að upplifa stórkostlega hluti í gegnum hugleiðslu, ég byrjaði að upplifa strauma sem voru að fara í gegnum allan líkamann og ég vissi ekki, á þeim tíma var ég byrjuð að manifesta eða kraftbirta betri heilsu. Að því að þarna var ég bara að fylgja innsæðin og ég var að tengja mig inn á við og í gegnum þetta ferðalag fór ég átt að máði hvað hafði gert mig svona veika, ég fór átt að máði hvernig ég gat losa mig við þessa uppsöfnunni, hvað orku, allir þessi áföll fortja sem sátu föst í líkamannum og voru að búa til verki og stífleika og vöðvabólgu og vanheilsu, hvernig þessi kvíða orka, þessi og vonda kvíða orka var orðin bara ofur uppsöfnuð inn í líkamanum mínum og var að búi til kvíðaköst og ofsakvíðaköst og ég fór að læra heilbrigða aðferðir við að losa mig við, losa þetta út og það var það sem var að gerast meðal annars í þessari hugleiðslu og þá fann ég meira og meira í bata, síðan fór ég að vinna mjög ötulega því að breyta hugsunum mínum að því ég átti að máði ég hafði verið með baneitra hugafar, bara stöðu að neikvæðar hugsanir, neikvæð sjálfsniðrif, sjálfsásökun, eina sem ég gat fókusað á voru veikindin og vanheilsana því mér leið svo illa alla daga og því það sem við fókusum á það stækkar og vex og dafnar í líf okkar og ég fór að taka fókusun af því og ég fór að setja fókusun á batan og sjá fyrir mér sjálfa mig, heilbrigða, orkumikla, kraftmikla, líða vel í líkamannum. Hvað ef að það verður ykkur að hlusta sem að einmitt með neikvæðar hugsanir og því maður ætlar að gefa sér að það langar náttúrulega að vera með jákvæðar hugsanir. Já. Hvaða skref tekur til að byrja að breyta þessu? Af því að þú veist, fólk kannski langar að vera með jákvæðar hugsanir, lúppurnar eru bara orðnar svo sterkar og átómatið í heilanum og taugakerfinu að fólk einhvern veginn bara liggur flatt og ræður ekki við þetta, sko. Já, sko í fyrsta lagi þá þurfum við að byrja á því að taka ákvörðun að trúa því að við getum gert eitthvað, skilur, að við getum gert eitthvað til þess að breyta okkar eigin heilsu og þá þurfum við að taka ábyrgð. Við þurfum að hætta að trúa því að við séum bara fórnarlömb, okkar líkama eða okkar heilsufars og byrja að trúa því að það er eitthvað sem við getum gert sjálf, alveg svo ég ger á sínum tíma og þá opnum við dyrnar fyrir eitthvað bata að fara eiga sér stað, eins og segja, það er enginn að fara að gera þetta fyrir eitthvað nema þið sjálf, það er bara þannig og það er stundum getur verið erfitt að heyra það og síðan þurfum við að taka ákvörðun að við ætlum að breyta hugafarin okkar og þannig umbreyta okkur sjálfum og heilsun okkar og síðan þurfum við markvisst að fara að þjálfa okkur í að stýra þessum hugsunum og það er hægt að fá mjög góða hjálp. Ég til dæmis sem er fjöldanallan á námskeiðum þar sem ég er að kenna þetta, hvernig getum við fengið frelsi frá áföllum, hvernig getum við stýrt hugsunum okkar og þannig stýrt líðan okkar, hverjar eru rætur sem valdi þessu og hvernig getum við losa okkur þær, hvernig öðlust við heilbrigt samband við okkur sjálf og líkamann okkar, þannig að það er mjög góð að hjálpa að fá. En eitt af því sem ég notaði sérstaklega
mikið fyrst það sem ég kalla stopptakkin þegar að þvottavélin byrjar eða neikvæða sjálfsniðri eða veikinda hugsanir eða áfalla hugsanir eða streitu hugsanir að þá ítum við á það sem ég kalla stopptakkan og ef þú bara prófa núna og allir þeir sem eru að hlusta að horfa bara lokiði augunum og sjáu fyrir ykkur í huganum svona risastóran eldrauðan stopptakka, getur þú síða fyrir þér Sölvi og ef þú ítir á hann að þá kemur svona hár kvellir og bara stopp og það stoppar allar hugsanir stoppa, einhvern veginn orkan okkar stoppa og þegar við náum að stoppa þetta þá setjum við inn það sem ég kalla krafthugsanir eða jákvæða sjálfsuppi. Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.